Bréf Páls til Kólossumanna, 1. kafli. Páll, að vilja Guðs postuli Krists Jesú og Tímóteus bróðir vor, heilsa þeim í Kólossu, sem eru trúuð og helguð systkin í Kristi. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum. Ég þakka Guði, föður drottins vors Jesú Krists, ávallt ég bið fyrir ykkur. Ég hef heyrt trú ykkar á Krist Jesú og kærleikann sem þið berið til allra heilagra vegna vonarinnar það sem þið eigið geymt í himnunum og þið hafið áður heyrt í orði sannleikans fagnaðarerindinu. Það ekki aðeins komið til ykkar, heldur alls heimsins og ber ávöxt og vex, eins og það hefur líka gert hjá ykkur frá þeim degi þið heyrðuð það og sannfærðust náð Guðs. Hið sama hafið þið og numið af Epafrasi, elskuðum samþjóni okkar sem trúr þjónn Krists í ykkar þáu. Hann hefur og sagt okkur frá kærleika ykkar sem andinn hefur vakið með ykkur. Frá þeim degi þið heyrði þetta, hef ég því ekki látið af að biðja fyrir ykkur. Ég bið þess að Guð láti anda sinn auðga ykkur að þekkingu á vilja sínu með allri speki og skilningi, svo að þið breytið eins og Guði líkar og þóknist honum á allan hátt, að þið berið ávöxt með hverskins góðum verkum og vaxið að þekkingu á Guði. Hann styrki ykkur á allar lundir með dýrðarmætti sínum, svo að þið fyllist þolgæði í hvívetna og umburðarlyndi og getið með gleði þakkað föðurnum sem hefur gert ykkur fært að fá arfleið heilagra í ljósinu. Hann hefur frelsað okkur frá valdi myrkursins og flutt okkur yfir í ríkisins elskaða sonar. Í honum eigum við endurlausnina fyrirgefningu synda okkar. Hann ímynd hins ósýnilega Guðs, frumburður allrar sköpunar. Enda var allt skapað í honum, í himnunum og á jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæti og herradómar, tignir og völd. Allt skapað fyrir hann og til hans. Hann fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum. Og hann höfuð líkamanns, kirkjunnar, hann sem upphafið, frumburðurinn frá hinum dauðu. Þannig skyldi hann verða fremstur í öllu, því að í honum þóknaðist Guði að láta alla fyllingu sína búa og láta hann koma öllu í sátt við sig öllu, bæði á jörðu og himnum, með því að semja frið með blóði sínu útheltu á krossi. Ykkur, sem voruð áður frá hver Guði og óvinveitt í huga og vondum verkum, hefur hann nú sætt við sig með dauða Krists í jarneskum líkama. Hann lætur ykkur koma fram fyrir sig heilög og lítalaus, óaðfinnanleg, ef þið standið stöðug í trúnni á föstum grunni og kvikið ekki frá von þess fagnaðar erindis sem þið hafið heyrt og boðað hefur verið öllu sem skapað í heiminum. Ég, Páll, orðinn þjónn þess. Nú ég glaður í þjáningum mínum, ykkar vegna, og uppfylli með þjáningum líkama míns það sem enn vantar á þjáningar Krists til heilla fyrir líkama hans, kirkjuna. Hennar þjónn ég orðinn og hef það hlutverk að boða Guðs orð óskorað, leyndardóminn sem hefur verið hulinn frá upphafi tíða og kynslóða, en hefur nú verið opinberaður Guðs heilögu. Guð vildi opinbera þeim hvílíkan dýrðarríkidóm heiðnar þjóðir eiga í þessum leyndardómi sem Kristur meðal ykkar, von dýrðarinnar. Hann boða ég, áminni og fræði hvern mann með allri speki að ég megi leiða alla fram fullkomna í Kristi. Að þessu strita ég og stríði með þeim mætti sem Kristur lætur kröftuglega verka í mér.
Kólossubréfið, 2. kafli. Ég vil að þið vitið hversu hörð barátta mín vegna ykkar og þeirra í Laódíkeu og allra þeirra sem hafa ekki séð mig sjálfan. Mig langar að allir uppörfist í hjörtum sínum, sameinist í kærleika og öðlist fulla sannfæringu og innsýn og geti gjörþekkt leyndardóm Guðs sem Kristur. En í honum eru allir fjársjóðir spekinnar og þekkingarinnar fólgnir. Þetta segi ég til þess að enginn blekki ykkur með fagurgala. Ég hjá ykkur í andanum þótt ég sé líkamlega fjarlægður og horfi með fögnuði á góða skipan hjá ykkur og festu ykkar í trúnni á Krist. Þið hafið tekið á móti Kristi drottni Jesú, lifið því í honum. Verið rótfest í honum og byggð á honum, staðföst í trúnni, eins og ykkur hefur verið kennt og auðug að þakklátsemi. Gætið þess að láta engan hertaka ykkur með marklausu villandi spekitali sem byggist á mannasetningum og komið frá heimsvættunum en ekki frá Kristi. Í manninum Jesú býr öll fylling guðdómsins og þið hafið öðlast hlutdeild í fullkomnun hans sem höfuð hvers kyns tignar og valds. Í honum eru þið umskorin þeirri umskurn sem ekki með höndum gerð. Með umskurn Krists voru þið afklædd hinum synduga líkama, greftruð með Kristi í skírninni og uppvakin til lífs með honum fyrir trúna á mátt Guðs sem vakti hann frá dauðum. Þið voru dauð sökum afbrota ykkar og umskurnar-leysis, en Guð lífgaði ykkur ásamt honum þegar hann fyrirgaf okkur öll afbrotin. Hann afmáði skuldabréfið sem þjakaði okkur með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossin. Hann fletti vopnum tignarinnar og völdin og leiddi þau fram opinberlega til háðungar þegar hann fór sína sigurför í Kristi. Enginn skildi því dæmi ykkur fyrir mat eða drykk eða það sem snertir hátíðir, tunglkomur eða hvíldardaga. Slíkt aðeins skuggi þess sem koma átti. Veruleikinn Kristur. Látið þá ekki taka af ykkur hnossið sem stærar sig af auðmýkt sinni og engladýrkun og státa af sínum. Þeir hrokast upp af engu í sjálfshyggju í stað þess að halda sér við hann sem höfuðið og styrkir allan líkamann og tengir hann saman með taugum og böndum svo að hann vex eins og Guð vill. Fyrst þið dóuð með Kristi og laus undan valdi heimsvættanna, hvers vegna hagið þið ykkur þá eins og þið lifðuð lífi þessa heims og látið leggja fyrir ykkur boð eins og þessi? Snertu ekki, bragðaðu ekki, taktu ekki á. Allt mun þetta þó eyðast við notkun, mannaboðorð og mannasetningar. Þó hefur þetta að sönnu orð á sér sem speki, slík sjálfvalin dýrkun og auðmýking og harðneskja við líkamann, en gildi hefur það ekkert, fullnægir aðeins eigin hvötum. Kólossubréfið, 3. kafli. Fyrst þið því eruð uppvakin með Kristi, þá keppist eftir því sem hið efra þar sem Kristur situr við hægri hönd Guðs. Hugsið það sem hið efra, en ekki það sem á jörðinni Því að þið eruð dáin og líf ykkar fólgið með Kristi í Guði. Þegar Kristur sem líf ykkar opinberast, þá munu þið og ásamt honum opinberast í dýrð. Deyðið því hið jarðbundna í fari ykkar. Hórdóm, saurlifnað, losta, vonda fýsn og ágirnd sem ekki annað en skurðgóða dýrkun. Af þessu kemur reiði Guðs yfir þá sem hlýða honum ekki. Meðal þeirra voruð einnig þið áður þegar þið lifðuð í þessum syndum.
En nú skuluð þið segja skilið við allt þetta: reiði, bræði, vonsku, lastmæli, svívirðilegt orðbragð, ljúgið ekki hvert að öðru, því þið hafið afklæðst hinum gamla manni með gjörðum hans og íklæðst hinum nýja, sem Guð að skapa að nýju í sinni mynd, til þess að þið fáið gjörþekkt hann. Þar hvorki grískur maður né gyðingur, umskorinn né óumskorinn, útlendingur, skíti, þræll né frjáls maður, þar Kristur allt og í öllum. Íklæðist því eins og Guðs útvalin, heilög og elskuð börn, hjartagróinni meðaumkun, góðvild, auðmýkt, hóværð og langlindi. Umberið hvert annað og fyrirgefið hvert öðru ef einhver hefur sök á hendur öðrum. Eins og Drottinn hefur fyrirgefið ykkur, svo skuluð þið og gera. En íklæðist yfir allt þetta elskunni, sem bindur allt saman og fullkomnar allt. Látið frið Krists ríkja í hjörtum ykkar, því að Guð kallaði ykkur til að lifa saman í friði, sem limi í einum líkama. Verið þakklát. Látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðlegð og speki. Fræðið og áminnið hvert annað og syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngvum og andlegum ljóðum. Hvað sem þið segið eða gerið það allt í nafni Drottins Jesú og þakkið Guði Föður með hjálp hans. Konur, verið undirgefnar eiginmönnum ykkar eins og sómir þeim Drottni heyra til. Karlar, elskið eiginkonur ykkar og verið ekki beiskir við þær. Börn, verið hlýðin foreldrum ykkar í öllu, því að það Drottni þóknanlegt. Feður, verið ekki höstugir við börn ykkar, það gerir þau ístöðulaus. Þrælar, verið í öllu hlýðnir jarneskum húsbændum ykkar, ekki með augnaþjónustu, eins og þeir mönnum vilja þóknast, heldur af einlægni hjartans, af lotningu fyrir Drottni. Hvað sem þið gerið, þá gerið það af heilum huga, eins og Drottinn ætti í hlut en ekki menn. Þið vitið og sjálfir að Drottinn mun veita ykkur arfleifðina að launum, enda þjóni þið Drottni Kristi. Sá sem rangt gerir skal fá það endurgoldið sem hann gerði rangt, og þar ekki farið í manngreinar álit. Kólossbréfið 4. kafli. Þið sem eigið þræla, veitið þeim það sem réttir og sanngjarnt, og vitið að einnig þið eigið Drottinn á himni. Verið stöðug í bæninni, vakið og biðjið með þakkargjörð. Biðjið jafnframt fyrir mér að Guð opni mér dyr fyrir orðið og ég geti boðað leyndardóm Krists. Hans vegna ég nú í böndum. Biðjið að ég megi birta hann eins og mér ber að tala. Umgangist þá viturlega sem fyrir utan og notið hverja stund. Mál ykkar sé ætíð ljúflegt en salti kryddað, til þess að þið vitið hvernig þið eigið að svara hverjum manni. Tíkikus, minn elskaði bróðir og trúi aðstoðarmaður og samverkamaður í þjónustu Drottins, mun láta ykkur vita allt mína hagi. Ég sendi hann til ykkar gaggjert til þess að þið fáið að vita hvernig mér líður og til þess að hann uppörfi ykkur. Með honum fer Ónesímus, minn trúi og elskaði bróðir, sem einn úr ykkar hópi. Þeir munu láta ykkur vita allt sem hér gerist. Aristarkus, sambandingi minn, biður að heilsa ykkur, svo og Markus, frendi Barnabasar, sem þið hafið fengið orðum. Ef hann kemur til ykkar þá takið vel á mót honum. Ennfremur biður Jesú að yður nefni Justus að heilsa ykkur. Þeir nú sem stendur einu umskornu samverkamenn mínir í þjónustu við Guðs ríki og hafa þeir verið mér styrkur. Einnig biður Epafras að heilsa ykkur, sem einn úr ykkar hópi.
Hann þjónn Krists Jesú og berst jafnan fyrir ykkur í bænum sínum til þess að þið megið standa stöðug, fullkomin og fullviss í öllu því sem Guð vill. Þann vitnisburð gef ég honum að hann leggur mikið á sig fyrir ykkur og þau sem eru í Laodíkeu og Hierapólis. Þá biður hann Lúkas að heilsa ykkur, læknirinn elskaði, og Demas. Berið kveðju söfniðunum í Laodíkeu, einnig Nýmfu og söfniðunum sem kemur saman í húsi hennar. Þegar búið að lesa þetta bréf upp hjá ykkur, þá látið líka lesa það í söfnuði Laodíkeu manna. Lesið og bréfið frá Laodíkeu. Segið Arkippusi, gættu þjónustunnar sem Drottinn fól þér og ræktu hana vel. Kveðjan skrifuð með minni Páls eigin hendi. Minnist fjötra minna, náð sé með yður.